Björgunarsveitarmaður segir mildi að ekki hafi fleiri orðið undir ísfarginu sem hrundi á Breiðamerkurjökli. Ferðamálaráðherra segir að Vatnajökulsþjóðgarður hafi heimildir til að stöðva íshellarferðir á sumrin en beiti þeim ekki. Að minnstakosti 13 eru látin í eldflauga og dróna árásum Rússa á Úkraínu síðustu 2 sólarhringa. 100 rússnesk þorp og bæir eru á valdi Úkraínumanna. Aðstoða þurfti eigendur 25 húsa á Siglufirði eftir að flæddi inn í þau helgina. Bæjarstjórinn efast að nokkuð fráveitukerfi hefði ráðið við slíka óhemju úrkomu. Áætlaður kostnaður vegna byggingar nýs fangelsis hefur tvöfaldast frá því í september. Aukinn kostnaður mun seinka því að byrjað verði á nýjum höfuðstöðvum viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu. Hlustun á tónlist Oasis hefur margfaldast síðustu sólarhringa eftir að hljómsveitin tilkynnti fyrirhugað tónleikahald á næsta ári. 15 ár eru síðan sveitin hætti vegna ósættis milli Gallagher-bræðranna. Gott kvöld. Björgunarsveitarmaður sem var á vettvangi eftir að ísveggur hrundi á Breiðamerkurjökli með þeim afleiðingum að karlmaður lést og unnusta hans slasaðist alvarlega, segir að ísfargið hafi verið svo stórt að það hefði getað lent á mun fleirum. Hann kveðst lengi hafa kallað eftir skýrara regluverki íshellaferðir. Einar Rúnar Sigurðsson, jökla- og íshellarleiðsögumaður, var einn af fyrstu á vettvangsliðsins á Breiðamerkurjökli á sunnudag sem björgunarsveitarmaður. Á leiðinni þá er að koma meiri upplýsingar bara að það sé látin nú þegar og að fleiri séu grafnir undir, þannig að þetta var, og að sé slösuð kona, óleitt kona slösuð. Búið var að koma þeim sem lést undan ísnum svo Einar náði teppi og breiddi yfir hann áður en hann fór að hugað konunni. Samúð minn svo mikið með henni fyrst og fremst og að bara lendi þessu í ókunnu landi og þetta bara hennar líf ekki það sama aftur. Á þessum tíma var talið að 2 manneskjur væru fastar undir ísfarginu. Þetta er gríðarlegu þungi af ís sem fór þarna niður og eitt mjög stórt stykki til dæmis sem alveg margra metra hátt og bara ótrúlega þungt. Þetta var bara yfirþyrmandi að hugsa til þess að það væri fólk þarna undir. Þetta var svo ótrúlega erfitt verkefni að hugsa alltaf fara af því að þetta var líka stykki sem svo stór að þú verður að mylja einhvern veginn niður til að komast undir þau, en þú ert líka að passa á því að þetta veltir hreinlega ekki yfir. Þetta maður sá bara strax, þetta bara eitthvað eins og jarðskjálftasvæði þar sem húsbyggingar hafa hrunið og veggir geta, þetta þurfti bara að rústa björgunarflokk í þetta mál sko. Hann segir allt of algengt að leiðsögumenn hafi litla eða enga reynslu eða þekkingu á jöklum eða íshellum. Þau koma til landsins hvern næsta dag og bara eru leiðsögumaður næsta dag, hafa aldrei komið á jökul. Einar var meðal fyrstu manna til að bjóða upp á íshellaferðir á Íslandi. Sjálfur fer hann ekki í slíkar ferðir með ferðamenn yfir sumartíman. Ég get ekkert fullyrt að svona slys get ekki gert fyrir mig heldur sko. Íshellaferðir séu í eðli sínu hættulegar. Samúð minn með félögum mínum kollegum sem að lenda þarna í þessu. Því ég búin að segja í mörg ár, það ekki spurningum hvort heldur bara hvenær þetta gerist. Fleiri fyrirtæki voru með ferðir á jökulinn fyrr daginn. Þessi stóru stykki hefði alveg geta farið yfir 20 manns í þessu tilfelli. Hefðu þau akkúrat verið stödd undir þessu, þetta er bara spurningum 2 mínútur skilur frá því. Ég meina það verið 2 fyrir því og annað þeirra lést. Hefði geta verið 23. Alma, þú varst á vettvangi í gær og fyrradag. Hvernig voru aðstæður? Það kannski sem sló mann mest þegar maður sá þetta svona í dagsbirtu var hversu stutt upp á jökulinn þessi íshellir er. Þetta er greinilega bara á jökulsporðinum. Það bara nokkur 100 metrar frá jaðri jökulsins upp á slysstað. Þannig að það segir mann að ísinn hefur kannski ekki verið ýkja þykkur þar sem þetta er.
Það hefur komið fram að kona sem slasaðist ófrísk. Hefur eitthvað verið gefið út hvernig barninu heilsast? Já, við höfum fengið þær upplýsingar frá yfirvöldum að bæði líðan konunnar og barnsins sé stöðug. En það eru fleiri sem hafa gagnrýnt þessar íshallaferðir á sumrin og nú virðist vera komið ákveðið viðbragð í gang sem að Einar og fleiri hafa kallað eftir. Ríkisstjórnin fjallaði þetta mál á fundi sínum í morgun og ferðamálaráðherra, hún var heldur harðorð. Jú, mikið rétt. Hún sagði að það væri bara rannsóknarefni, hvers vegna ekki hafi verið farið eftir skýrslu sem að vísindamenn gáfu út þar sem þeir vara við því að það sé farið í íshallaferðir að sumri til og bendir á að Vatnajökulsþjóðgarður hafi heimild til þess að koma í veg fyrir þær. Íshallaferðir hafa verið farnar í fjöldamörg ár og segir Lilja Alfreðsdóttir ferðamálaráðherra það ekki hafa verið hlutverk ráðuneytisins að benda á hættur vegna þeirra, heldur þjóðgarðsins að stýra aðgangi að hellunum. Það eru heimildi til þess að loka á þessar ferðir, þjóðgarðurinn hefur þær og nú verður farið yfir þetta allt mjög gaumgæfilega hvers vegna var þessum heimildum ekki beitt og hvernig við getum gert þetta betur. Í 18. grein laga Vatnajökulsþjóðgarð segir að þjóðgarðsverði sé heimilt að loka þjóðgarðinum eða einstökum svæðum hans fyrirvaralaust ef hættu ástand skapast í þjóðgarðinum vegna náttúruvár. Lilja spyr hvers vegna niðurstöður vísindamanna hafi ekki verið hafðar til hliðsjónar þegar að Vatnajökulsþjóðgarður gaf fyrirtækjum leyfi til að fara með fólk í íshella yfir sumarið. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, var einn höfunda skýrslunnar og sagði í viðtali við RÚV í morgun að niðurstaðan hefði verið skýr. Það var skrifuð skýrsla 2017 þar sem vara við þessum ferðum og þar sem við þurfum að skoða mjög gaumgæfilega af hverju var ekki tekið tillit til þessara skýrslu þegar leyfin voru veitt. Starfshópur forsætisferðamála og umhverfis- og dómsmálaráðuneytisins verður skipaður til að fara sérstaklega yfir öryggismál í íshallaferðum á Breiðamerkurjökli eftir slysið þar í fyrradag. Þannig að þetta mjög alvarlegt mál, við erum að taka á því. Þetta auðvitað rannsakað fyrst og þessi hópur þarf að skila tillögum til okkar eins fljótt og auðið Ingibjörg Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs, segir stjórnendur hans ekki vera þá sem gefi leyfi fyrir jökulhellaskoðunum að sumri. Gerðir séu tímabundnir samningar við ferðaþjónustu fyrirtæki þar sem krafa gerðum viðeigandi menntun í skilmálum. Það eitt af því sem að þessi starfshópur sem að ráðuneytin eru búin að setja á fót mun skoða. Við bara, eins og sé, við höfum hafið samtal við Ferðamálastofu og erum bara tilbúin til að skoða það að en eins og staðan hefur núna þá hafa fyrirtækin fengið leyfi til 1 árs til að fara í íshallaferðir og jöklagöngur og síðan hefur verið treyst á mat fyrirtækjana. Og það verður rætt nánar við framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs í Kastljósi. En Alma, nú það á borði Ferðamálastofu að hafa eftirlit með fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Hvað hafa þau að segja málið? Já, við ræddum við ferðamálastjóra í dag og hann segir að eftirlit hafi verið hert undanfarið og búið sér að kalla eftir öryggisáætlun frá þessu fyrirtæki sem fór í þessa skoðunarferði í fyrradag. Fyrirtæki sem fá starfsleyfi fyrir íshallaferðir þurfa að hafa til taks og öryggisáætlun. Eitt af hlutverkum Ferðamálastofu að hafa eftirlit með þeim en það háð tilviljanakenndum könnunum meðal fyrirtækjanna. Eftir að þetta gerist allt saman þá höfum við kallað eftir öryggisáætlun frá viðkomandi fyrirtækjum og það bara verið að bíða eftir þeim og svo munum við skoða þau gögn. Eigið ekki að vera með þessar öryggisáætlanir hjá ykkur nú þegar? Jú, þetta virkar þannig að öryggisáætlun sem að afþreyingaraðilar hafa hjá sér, þeir þurfa ekki að skila þeim inn nema að kalla sig eftir þeim. Og við höfum verið að auka þetta eftirlit, við höfum verið að auka okkar áherslu á öryggismál á undanfarnum misserum. En það vill svo til að þetta fyrirtæki hafði ekki lent í úrtæki hjá okkur. En við, eins og ég segi, erum núna búin að kalla eftir öryggisáætlun og við erum að fara að rýna þau gögn. Annan daginn í röð skutu Rússar tugum eldflauga og drónum yfir landamærin til Úkraínu. Á sama tíma og Zelenský forseti biðlar til NATO-þjóða að fá heimild til að nota langdræg vopn þeirra, tilkynnti hann að tilraunir með eldflaugar smíðaðir í Úkraínu lofuðu góðu. Í gær flugu 200 eldflaugur og drónar yfir 15 svæði í Úkraínu. Þeir voru ekki jafn stórtækir í morgun. Zaporizhzhia í suðaustur Úkraínu hefði fengið sinn skammt af árásarvopnum Rússa. 2 fundust látnir í rústunum og sá 3. lest við komu á sjúkrahús.
Судячи по звуку, прилетів шахід безпосередньо в будинок до людей. Далі почалася рятувальна операція. Визвали всі служби. Одну людину знайшли трошки згодом, а одну загинувшу під ранок. Tveir létust þegar eldflaug lenti á hóteli í Kryjefjörð, 7. stærstu borg Úkraínu og fæðingaborg Zelenskís. Hótelið þar sem fjölmargir erlendi blaðamenn hafa gist rústir einar og björgunarsveitir stóð í ströngu við að bjarga slösuðu fólki sem lá undir brakinu. Úkraínumenn segjast hafa skotið niður 5 af 10 eldflaugum sem Rússar skutu í morgun og 60 af 80 drónum. Arnar, Zelenský, Úkraínuforseti, sagði á blaðamannafundi í dag að F-16 þoturnar frá NATO væru komnar í notkun. Já, þær hafa verið notaðar, hann viðurkenndi það, sagði þær hafa verið notaðar til þess að skjóta niður eldflaugur á dróna í úkrænskri lofthelgi og ítrekkaði það að þær hefði ekki farið inn fyrir lofthelgi Rússa, enda þeim það óheimilt að nýta þær vegna samnings við Bandaríkin og NATO. En þessi staða áfram uppi að Rússar að herða sóknina á Austurvígstöðunum og Úkraínumenn að sækja áfram inn í Kursk. Já, og Oleksandr Syrský, yfirhershöfðingi Úkraínumanna, hann sagði það í dag að Úkraínumenn hafi lagt undir sig 1300 ferkílómetra á landsvæði í Rússlandi og hafi náð að sitt vald 100 þorpum á bæjum. Zelenský forseti sagði á blaðamannafundi í dag að tilgangur með innrásin í Kursk væri að styrkja samningsstöðuna. Úkraína hefði engan áhuga á því að ásælast landsvæði í Rússlandi. 3 vikur eru frá því að úkraínskir hermenn löðmuðu sér út fyrir landamærin og inn í Rússland. Syrský yfirhershöfðingi segir að 600 rússneskir fangar hafi verið teknir höndum. Úkraínumenn eru varir sig í Kursk, þangað koma ekki fjölmiðlamenn nema undir ströngu eftirliti. Lettneska sjónvarpi heimsótti hermenn í Sudzha. Fáir eru eftir í þessum 5000 manna bæ sem úkraínskir hermenn sölsuðu undir sig 16. ágúst. Baráttunum bæinn hefur ekki verið átakalaus, það má sjá á skemmdum húsum. Hermennirnir segjast ekki hreyfa við neinu, ólíkt Rússum sem þeir segja rænu og rupli öllu sem einhver verðmæti eru í þegar þeir fara úkraínsk þorp og bæi. Он мне говорит, что происходит в Украине. Это ведь только 9 километров от войны, там люди умирают. Нам показывал военный, снимал фильм. И что там показывали? Там было, и что? И что вы думаете? Это И, знаете, за Буча, Ирпень, там людей ваших. Ну, и что вы думаете об этом? В голове не укладывается, не по-людски. Fólkið í Sudzha virðist ekkert vitað hvað væri að gerast hinum megin við landamærin þrátt fyrir nálægðina. Зараз отримали сигнал, що на місто насувається група ударних безпілотних літальних апаратів і півдронів. Тож ми змушені спуститися в бомбосховище, щоб перечекати. Enn verið að meta vatnstjón á Siglufirði eftir úrhellisrigningu þar síðustu helgi. Bilun varð í fráveitukerfi bæjarins sem hafði ekki undan vatnsflömnum og vatn flæddi inn í fjölda húsa. Það sól og fallegt veður hér á Siglufirði í dag, en svona var þetta ekki helgina. Hér stóð fjöldi fólks í stórræðum á annan sólarhring við að dæla vatni og bjarga verðmætum. Aðstoða þurftu eigendur 25 húsa við að dæla vatni og ausa af gólfum og talið að vatn hafi komist inn í enn fleiri hús. Svona í heildina þá voru við í dæluvinnu í 1,5 sólarhring. Í þessum aðgerðum þá voru og yfir 100 mann sem tóku þátt í björgunaraðgerðum þegar mest var. Og það má sjá ummerki eftir aurskriður í fjallshlíðum við bæinn og frekari skemmdir í umhverfinu. Núna eru tryggingafélagin bara að meta tjónið og við erum svona að safna í sarpinn upplýsingum. Það var haldinn bæjarstjórnarfundur hérna í hádeginu í gær, sérstaklega út af ástandinu. Mestu skemmdirnar eru trúlega hjá Síldarminjasafninu. Þar flæddi inn í 3 hús og skemmdir urðu á rafmagni, gólfum og safnkosti. Safnið stendur undir bröttum bakka og þar flæðir niður vatn í miklum rigningum. Og það sem verra er að bakkinn farin að gefa sig. Hann farin að skríða fram, hann hefur gert það í tvígang núna hérna aftan við bátahúsið. Þannig að við erum farin að óttast það mest að fá bakkan inn í hús. Og hún segist bíða eftir frekari aðgerðum hjá sveitarfélaginu. Svipað ástand skapast á Siglufirði með reglulegu millibili þrátt fyrir miklar endurbætur á fráveitukerfinu síðustu ár. Þarf að gera ennþá meira?
Já, ég held að við þurfum að gera ennþá meira. Við höfum reynt eftir besta megni að bregðast við svona aðstæðum, en við erum alltaf að skoða hvað hægt að gera betur og við erum bara á kafi í þeirri vinnu núna. Kostnaðaráætlun vegna nýs fangelsis hefur hækkað 100% frá því í september, úr 7 milljörðum í 14. Dómsmálaráðherra segir að í samanburði við Þjóðarhöll sé fyrirhugaður kostnaður eðlilegur. Það rétt að þegar ég tilkynnti bygging á nýju fangelsi á Litla-Hrauni í september á síðasta ári, að þá voru það tölur sem að ég fekk að nýtt fangelsi myndi kosta 7 milljarða. Guðrún segir að byggingar á Litla-Hrauni séu mun verr farnar en ráð var fyrir gert. Nú sé reiknað með 100 plássum í stað 80 og 5. Þetta rétt, þetta mikill kostnaðarauki. En í samanburði við Þjóðarhöll að þá held ég að þetta sé bara eðlilegar tölur. Áætlaður kostnaður sem kynntur var í september hafi verið vanáætlaður, auk þess sem breytingar hafi orðið á ýmsum verklegum þáttum og gæta þurfi að ýtrustu öryggiskröfum. Og til dæmis núna gert ráð fyrir steyptum vegg í kringum nýja fangelsið. Það umtalsvert dýrara heldur en girðing. Fjármagni til að mæta þessum aukna kostnaði verður tekið frá öðrum verkefnum á vegum ráðuneytisins. Og þar ber helst að nefna að við seinkun því að byrja á nýjum höfuðstöðum viðbragðssala hér á höfuðborgarsvæðinu. Hópur fólks sem kallar sig Vini Jasans hélt samstöðufund á Austurvelli í Reykjavík í dag, en tilstendur að vísa honum úr landi. Jasan 12 ára frá Palestínu með vöðvarýrnunarsjúkdóminn Duchenne og notast við hjólastól. Forsvarsmaður hópsins segir að brottvísun geti haft afgerandi áhrif á heilsu hans. Nokkur hundruð manns mættu til fundarins. Margir stjórnmálamenn skirrast ekki við að draga upp mynd af hælisleitendum sem aðsteðjandi ógn, vágestum. Og nú virðist hið óhugsandi ætla að gerast. Og ef við sem samfélag ætlum bara að samþykkja það að 11 ára gamalt barn með lífshættulegan sjúkdóm frá Palestínu sé sent úr landi út í óvissuna, þegar læknar hans hafa ítrekað sagt að rof og meðferð geti verið ekki bara heilsuspillandi heldur ógnaði lífi hans. Drengurinn á spítala eins og það stendur. Ef við sem þjóð ætlum bara að loka augunum og segja, þetta ekkert mál, við bara sendum hann úr landi. Við bara spörkum hann úr landi, að þá bara illa komið fyrir okkur. Eftir 15 ára hlé ætlar breska hljómsveitin Oasis að koma saman og halda tónleika á næsta ári. Hlustun á tónlist sveitarinnar á streymisveitum hefur margfaldast síðustu sólarhringa. 15 ár eru síðan hljómsveitin Oasis kom saman síðast, en sveitin lagði upp laupana meðal annars vegna viðvarandi ósættis milli forsprakka sveitarinnar, Bernard Liam og Noel Gallagher. Yeah, that's my 8 year. I guess I really should thank our kid for singing all those great songs, but as he's not here, fuck him. All my own work. Fyrir vikunni viðruðu bræðurnir dagsetninguna 27. ágúst 2024 klukkan 8 á samfélagsmiðlum. Því var það fyrsta verk margra í morgun að kanna hvaða tíðindi bræðurnir boðuðu. Og aðdáendum var það ósk sinni. Fyrirhugað tónleikaferðalag Bretland og Írland næsta sumar. Í Lundúnum, Cardiff, Edinborg, Dublin og heimabæ þeirra Manchester. Pleased for the generation who never got to see them live. You know, this is a big thing for them because Oasis have been the soundtrack to their lives. They are the ultimate British guitar band. Oasis ein vinsalasta og söluhæsta hljómsveit breskrar tónlistarsögu. Á fimmtudag eru 30 ár liðin frá því að fyrsta plata sveitarinnar Definitely Maybe kom út. Plöturnar urðu alls 7 og svo síðasta kom út árið 2008. Miðasala hefst á laugardagsmorgun og ljóst að mörg eru þegar farin að hita upp. Því hlustun á tónlist Oasis jókst nær 200% á streymisveitinni Spotify strax í gær. Oasis are more than just music, they're icons, you know what I mean? The figures, they're more like superheroes who walk around and yeah, they're top man, they're top. Bræðurnir hafa ekkert gefið upp það af hverju þeir ákveða að koma saman á nýjan leik, en þeir hafa oft verið spurðir mögulega endurfundi í gegnum tíðina. He thinks that I'm sort of like desperate to get the band back together and
for money, and it's not. I didn't join a band to make money. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Baldvin? Já, við ætlum að halda áfram að skoða þetta slys á Breiðamerkurjökli og svona í kjölfar þess að vaknað ýmsar spurningar, sérstaklega öryggismál tengdum þessum ferðum í íshelli að sumri til. Ég ætla að ræða þetta meðal annars við framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs. Svo fæ ég til mín reyndan fjallaleiðsögumann sem ætlar svona aðeins að fara yfir það með okkur svona hvernig þeir meta aðstæður í íshellum og svona hvaða kröfur hægt að gera til leiðsögumanna. Kastljósið rétt á eftir. Lítum til veðurs, það snýst í norðlæga átt og fer að rigna austanvert landið í kvöld og nótt, norðan gola eða kaldi og víða dálítil væta á morgun, en þurrt að kalla vestan til, hiti á bilinu 6 til 13 stig. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Kristjana Arnarsdóttir sér þær í kvöld. Setningarathöfn Ólympíumóts fatlaðra verður í París annað kvöld. Sundfólkið Már Gunnarsson og Sonja Sigurðardóttir verða fánabeirar Íslands. Jón Dagur Þorsteinsson, landsliðsmaður í fótbolta, er orðinn leikmaður Herthu Berlínar í Þýskalandi. Og síðasta risamót ársins í tennis opna bandaríska stendur nú yfir. Nýkrýndur ólympíumeistari Novak Djokovic byrjar mótið vel. Lítum að helstu atriði frétta. Björgunarsveitamaður segir mildi að ekki hafi fleiri orðið undir ísfarginu sem hrundi á Breiðamerkurjökli. Ferðamálaráðherra segir að Vatnajökulsþjóðgarður hafi heimildir til að stöðva íshellaferðir á sumrin, en beiti þeim ekki. Að minnstakosti 13 eru látin í eldflauga og dróna árásum Rússa og Úkraínu síðustu 2 sólarhringa. 100 rússnesk þorp og bæir eru á valdi Úkraínumanna. Aðstoða þurfti eigendur 25 húsa á Siglufirði eftir að vatn flæddi inn í þau helgina. Bæjarstjórinn efast að nokkuð fráveitukerfi hefði ráðið við slíka óhemju úrkomu. Áætlaður kostnaður vegna byggingar nýs fangelsis hefur tvöfaldast frá því í september. Aukinn kostnaður mun seinka því að byrjað verði á nýjum höfuðstöðum viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið, en það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruv.is. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Prísebræður þræða Norðurlöndin. Prísebræður halda í sæl